Let's do the rapping now. Yeah. Word. Check it, feel me out, yo. Hey, yo, what up, man? Straight up and down, I've been illin', doing my thingin', bringing the peeps the right feeling. Alright, son, that's the spirit, cause that's one of the most important. Fyrsta flúrið, það var Jesus Peace á maga. Það hefði verið 97, 16 ára Polly. Mamma gaf mér það í afmæli, sko. Mamma hefði alltaf verið svolítið gangstur, sko. Þannig hún sagði mér bara að fá þig hvað sem þú vilt. Ég fekk mér Jesus Peace á maga. Þetta, ég held þessi eina skipti sem ég fengið með flast-tattoo. Það er að segja bara valur bók sem betur fyrir bara vel hefna, sko. En ég man að leið yfir mig, svona semi, sko. Ég hef aldrei fundið fyrir sársauka, ég þurfti að vera svona standandi svona uppi vegg inn á einhverju klósetti. Þú veist, 16 ára Polly. Þannig að það er fyrsta. Ég er með ömmu á maganum, hún var amazing kona. En ég setti hann á mig því hún féll frá. Core of the Streets gengið mitt, sem er eitt af original graffiti gengjanum í Íslandi. Kveðja á Breka, sem er nýfarinn frá okkur. Svo er ég bara með svona patches út allt. Ég tók eitthvað svona biblíudæmi á þetta back in the day. 17. júní 2011, fyrsta sólósýningi mín, millisýningi mín í Atlanta. Sem líka hins vegar er 17. nóvember sem er fæðingardagur tvíburasystkina minna. Það er þetta boxhanskar. Svo þetta er náttúrulega það fræga sem er örugglega bara, ef ekki fyrsta flúrið á barkakýlið á Íslandi. Það veist, ekki svona young cat eins og ég var ekki náma 22 ára þegar ég fekk. Við ætlum að fá okkur pardus, svartan pardus aftan á bakið milli herðablaðana. Haukur ætlar að teikna upp eitthvað trillt fyrir mig. Fyrsta lagi hefur alltaf verið uppáhaldsdýrið mitt og það er bara ógeðslega flott. Það er bara, ég fíla að það er svart og það er bold, það er grimmt. Við ætlum að setja gaddavír sem er brotinn í kringu það. Þannig að hann er frjáls, hann er ekki lokaður inn. I'm Scotty Pimpin' with a Magic Johnson. My Magic Johnson big as Action Bronson. I'm Scotty Pimpin' with a Magic Johnson. My Magic Johnson big as Action Bronson. I'm Scotty Pimpin' with a Magic Johnson. My Magic Johnson big. Ég er náttúrulega bara fyrst og fremst bara listamaður. Í hvaða sviði sem það er sem ég hef farið út í, sem eru mörg. Ég er búinn að vera í tónlist og ég er búinn að vera í grafík og teikningu forever. En myndlist og það aðalega maleríið, olí og málverk, það er svolítið svona síðustu 5 árin. Það er ekki mikið meira en það, sko. En ég hef alltaf verið að mála og fikta við það, en ekki professionally. Nú er ég bara, ger ég það 24/7, sko. En ég fæ þetta náttúrulega svolítið mikið frá föður mínum sem er myndlistarmaður líka, ásamt að vera kvikmyndagerðarmaður og jara. En við fjölskyldan erum svolítið svona, við erum í öllu, við erum með puttan í öllu. Það er líka bara sannur íslenskur, þú veist, artisti er svolítið þannig, sko. Eins og þá er ég með glænýja vinnustofu í Bolungarvík sem er til dæmis bara, ef ekki ein af stærstu myndlistastúdíóum á Íslandi. Ég veit að Tolli á stórt stúdíó en ég held að mitt er stærra. Það er í sem sagt gamalli rækjuvinnslu sem er bara humongous ver. Þetta er svona eins og þú myndir koma inn í bara sundhöllina. Strákarnir í Kampa EHF sem er rækjuvinnsla og fiskvinnsla Bolvíkinga. Þeir vildu endalega ég myndi koma og bara setja upp aðstöðu inn í þessu rými sem er bara magnificent. Og okkur langar að gera eitthvað aðeins meira út úr því, að gera einhvers konar art residency, þannig að fólk sem hefur áhuga á að vera í myndlist eða teikningu eða skáld eða rithöfund eða hvað sem það er að koma hana einungis til þess að skapa. Því það er einn sem ég geri, ég fer þarna, það er kannski voða lítið að gerast í Bolungarvík en það sem þú getur gert er að þú getur verið í friði og gert allt sem þú vilt, þannig séð. Ég fer í svona mánuð, 2 mánuði í senn, þá fer ég oftast einn. Ég er giftur yndislegri stelpu og hún skilur þessa pælingu mína. Það getur stundum tekið á, sko, að vera svona burti frá hvort öðru. En þetta snýst svolítið að vera einn og gera ekkert annað en að skapa. Vegna þess að það er svo rosalega margt sem kemur fram þegar maður er svona loner í umhverfi þar sem ég til dæmis, ég fer þangað og ég er bíllaus og veist, ég er næstum því netlaus. Ég vil ekki hafa
síman minn eða netið eða eitthvað sem truflar mig. Ég verð bara að hafa kaffi, tónlist, olíu, penslana mína, that's it. Baby! Beautiful. Ekki, annað með það? Já, hann kom betur út af eitthvað en ég bjössi sko. Spikfeitur útlífur. Hardcore shitting. Pepper on the finish. Hardcore. Bigger is the man.